Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að líta á sjúkrahúsið á Akureyri eða Hollvinasamtökin og heyra aðeins frá þeim og starfsmannafélaginu. Velkomin Jóhannes og Júlía. Takk. Hollvinasamtökin eiga 5 ára afmæli í dag. Til hamingju. Takk að þið kærlega fyrir. Á þessum 5 árum hefur ýmislegt verið gert. Já, það hefur farið bara fram úr björtustu vonum. Já. Við vorum með háleit markmið 2013 þegar við fórum á staði en þetta hefur velvild félagasamtaka, fyrirtækja, einstaklinga hefur verið með ólíkindum. Þannig að okkur hefur tekist að áorka bara verulega miklu. Já. Varstu að segja mér að félagarnir eru orðnir hvað, 2000? Já, þeir eru á 3000. Á 3000? Já. Og hvað, þið stefnið eitthvað hátt? Já, við svona erum með 5000 félagatöluna svona í huga. Já. Þetta náttúrulega svona okkar grunnsjóður, það að segja árgjald félagana. Já. En þessu náttúrulega erum við að fá feikilega mikið í styrkjum frá ýmsu aðilum. Já. Og þetta árið núna erum við að kaupa einhver 7-8 stór tæki að tækja samstæður og klikkjum núna út á Þorláksmessu með því að gefa barnadeildinni ný sjúkrarúm í jólagjöf. Já, bara á alla deildina? Já. Og við erum að tala þetta er einhver smá gjafir, þetta eru milljónir. Já, svona 7-8 milljónir þessi rúm. Já. Og tækin hinn sem við nefndi áðan, svo bakskurðar tæki sem er alveg einstakt sinn í röð, það 12-14 milljónir. Já. Þannig að þetta er svona hleypur á 6-7 og upp í 30, það sem dýrasta tæki var sem við keyptum. Og ertu með eitthvað svona heildartölu á þessum 5 árum, hvað eru samtökin búin að leggja mikið til? Ég veit það bara, satt fyrir sig ekki alveg nákvæmlega, en þetta núna leggur sig út kannski á 50 milljónum með öllu. Það er rosalega, það munar minna. Það hefur gengið svona ósköp svipað hinn árið, þannig að 5 sinnum 5, það er alveg slatti. Eftirlæti áhorfendur bara að regna. Já. En nú á laugardaginn er dagur sjúkrahússins, ekki satt? Jú. Og þá verður eitthvað að vera hérna á Akureyri? Jú, við ætlum að vera á Glerátorgi hérna á laugardaginn, milli 2 og 4. Já. Og hérna við ætlum að mæta galvaskir, nokkrir flottir starfsmenn. Já. Og við ætlum að bjóða upp á blóðþrýstingsmælingu og svona blóðsykursmælingu og svona skemmtileg spjall og gefa kannski svona ráðleggingar. Já, svona ráðleggingar fyrir jólin. Svo ætlum við að vera með hérna bánsa og dúkkuspítala. Og þá ætlar að koma læknar og unglæknar og við erum með það að bjóða unga yngsta kynslóðina að koma með uppáhaldsdýrin sín. Og við verðum hjúkrunarfræðingar og sjúkralegar, ætlum að taka á móti gangandi gestum og gangandi og bjóða upp á þessar mælingar. Já, verðið bara með svona einhverja stöð þarna á torginu, á Glerátorgi. Já, við reiknum með, við höfum alltaf verið fyrir framan nettó, reiknum með að vera þar í ár og við verðum með 4 stöðvar, þannig að það komast alveg við verðum alveg, komast alveg... Á meðan einn er að mæla blóðþrýstinginn, þá getur annað verið í einhver annarri mælingu? Já, eða meira, það verður alveg 4 stöðvar með, þannig að það komast alveg fleira. Svo sitjum við fyrir fórnarlömbunum þegar það er búið að brjóta það niður og skráum þau í Hollvinasamtökin. Já, þannig að þið verið líka á staðnum að safna fleiri Hollvinum. Já. Og kynna samtökin líka. Já. Hvað kostar að vera í samtökunum? 5.000 krónur árgjald greitt í maí. Já, bara ein greiðsla á ári. Já. Þannig að það geta allir látið gott á sér leiða með að taka þátt í þessu. Já. Ég náttúrulega heyrir maður stundum á ekki opinbera að greiða þetta allt saman og vissulega er það alveg rétt út af fyrir sig. Já. En það má alltaf gera betur og með okkar framlagi held ég að við höfum náð að tæknivæða sjúkrahúsið töluvert mikið meira heldur en hefði verið að við höfum ekki gert það. Okkur hefur tekist að kaupa tæki sem hafa orðið þessu valdandi að læknar í Reykjavík fást til að starfa á Akureyri. Þannig að það er margt svona jákvætt í þetta og ég hvet bara Akureyringa og nærsveitamenn eindregið til að ganga til þessu okkur. Það er auðvelt að fara inn á sag.is og finna þar slóðina. Já, þar finnum maður nafn inn á samtökin. Veistu eitthvað hvernig þetta er á öðrum sjúkrahúsum? Eru allstaðar svona Hollvinasamtök? Nei? Auðvitað eru hringskonundar náttúrulega kraftaverkakonur og hafa haldið upp í barnaspítalanum bara stóra hluta. En það er svona einskorðað við kannski barnaspítalan og það er kannski ekkert annað svona apparat í kringum. Nei. Þannig að þetta er svolítið magnað og merkilegt.
Já, sko, sá sem stofnaði samtökin var Stefán heitinn Gunnlaugsson. Hann lá þarna inni veikur lengi og fannst mega bætt úr ýmsu. Já. Og hafði mikla framtíðarsýn fyrir sjúkrahússins og það höfum við líka sem eftirlifum. Og það er væntanlega alltaf af nóg að taka þó að sé búið að kaupa rúm á barnadeildina, þá er bara eitthvað annað sem að býður eftir að... Okkar starfi líkur aldrei. Það er alltaf að koma ný tæki, ný tækni og það er okkar vilji náttúrulega að einmitt að bæta þessum rjómatoppi og ná það sem að fæst með almennu fjárveitingunni, að við kaupum þá tæki sem að gera það að verkum að bæði sjúklingar fá betri þjónustu og við fáum flinka lækna til að koma hérna norður. Getur eitthvað aðeins lýst þessu bakskurðartæki meira? Það er alveg stórmerkilegt tæki. Það er sko, sjúklingurinn er settur í svona samloku. Já. Svo er hægt að snúa honum á alla vegu eftir því hvernig læknarnir er að skera. Já. Og þessu snúi bara hvernig sem er og eftir hvernig læknirinn er að aðtapna sig. Já, en þetta hefur verið bylting fyrir hryggjarsérsfræðingana. Þetta var fyrsta tæki sem við afhendum núna á þessu ári og það hefur til dæmis orðið þess valdandi að við höfum fengið Akureyring sem starfar í erlendis sem hefur komið hérna reglulega og gert aðgerðir, flóknar aðgerðir. Vá, frábært. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá, svo við hvetjum Akureyringa til að kíkja við á Glerártorgi á laugardaginn á morgun, milli 2 og 4. Nei, á... Laugardaginn 2 og 4. Laugardaginn milli 2 og 4. Já, 2 og 4, já. Já, glæsilegt. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.